Við upplifum það allt of oft að lög sem eru sett hafa ekki fengið nægilegan undirbúning og allra síst nógu gott áhrifamat. Það er svona frekar reglan heldur en undantekningi verði að segja þegar er til dæmis verið að smíða greinargerð lagafrumvarp að áhrifamatið er ófullkomið og lélegt og mögulega höfundunum vorkunna því að þeir hafa aldrei unnið neins staðar annars staðar heldur en á ríkinu og veit ekki alveg hvernig þeir eiga að nálgast áhrif á almennt atvinnulíf. Tökum nýlegt dæmi af lögunum kílómetragjald sem tóku gildi núna áramótin. Þar fylgdi, áhrifa og kostnaðarmat fyrir ríkið. Hvað mun innleiðing þessara kerfa kosta fyrir ríkisstofnanir? Það var mjög lítil tilraun gerð til að meta hvaða áhrif þetta hefði á reglubyrði atvinnulífsins. Svo sjáum við það bara að þetta þýðir mjög mikla vinnu, fjárfestingu í kerfum og svo framvegis fyrir margs konar fyrirtæki, fyrir farmflytjendur, fyrir bílaleigur, fyrir skoðunarstofur. Það var aldrei gerð nein tilraun til að meta það hversu mikið þetta flækti lífið fyrir fyrirtæki. Þetta er bara eitt lítið dæmi og þegar þau safnast saman þá verða flækjurnar stundum alveg gríðarlega íþyngjandi. Samkeppnismatið er að okkar mati algjör snilld og við höfum stutt það mjög og skrifað ráðuneytunum mörg erindi þar sem við hvetjum til þess að það verði tekið upp almennt, bæði verði beitt á gildandi löggjöf. Það hefur verið gert á mjög afmörkuðum sviðum, var þetta byggingariðnaðinn og ferðaþjónustuna fyrir nokkrum árum. Út úr því komu eitthvað á 500 ábendinga og afskaplega fáar þeirra hafa komist í framkvæmd. Við lögðum til að nú er haldið áfram og svipuðu samkeppnismati beitt á landbúnað og sjávarútveg, en það náttúrulega heilagar kýr og kom engin viðbrögð við þeim tillögum. En það er bæði hægt að nota samkeppnismati til að sjá hvar hindranir eru í núverandi löggjöf og hvaða hindranir mögulega ný löggjöf er að búa til sem að myndi skerða samkeppni, búa til eitthvað ójafnræði, hindra aðganga mörkuðum og svo framvegis. Að mínu viti vantar pólitíska forystu, eða ekki að segja eftirfylgni með þennum pólitísku markmiðum. Þegar maður tala við ráðherrana, bæði í þeirri ríkisstjórn sem nú situr og þeirri síðustu, það segir einföldur regluverks, bara alveg endilega. Hætta gullhúðun, segir sér sjálft. Svo talar maður við embættismennina og þeir hafa bara ekki fengið minnisblaðið að þetta sé efst á forgangslistan. Þetta lendir neðst á honum og fyrir vikið gerist afskaplega lítið. Þannig að það sem þarf er einhver alvöru pólitísk forysta og alvöru forgangsröðun á verkefni hjá stjórnarröðun. Af því að ef þetta heldur svona áfram, eins og ég segi gjarnan, svona teskeið og teskeið, nokkur grömm af þyngri reglubyrði í einu, þá er það bara alveg eins og með offituvandann hjá þjóðinni, þá hættir atvinnulífið að geta hreyft sig. Það er bara allt orðið svo þungt í vöfum. Gerist hægt, en ef við erum ekki með augun á því og reynum að fyrirbyggja það og átt okkur á því hvaða áhrif reglurnar sem að verið að setja hafa á atvinnulífið, þá lendum við í vandræðum.